Ágúst, þú ert með hátt í 300 myndir í bókinni. Þetta hlýtur að vera stærsta ljósmyndabók sem þú kemur að. Já, þetta eiginlega bara stærsta verkefni sem ég nokkuð tíma komið að og fyrsta bókin sem ég stend í að gefa út, sko. Eða semst á myndir í. Margar af þessum myndum voru teknar sérstaklega fyrir bókina en aðrar ekki. Já, allar matarmyndina voru sérstaklega teknar fyrir bókina og síðan fengu þau bara skotleyfi á myndasafnið mitt og völdu sér bara úr það sem þurfti til að fylla upp í fyrir ástíðirnar. Þess að þeir hafa þá hverja ástíð fyrir sig eins og greinir að koma. Varstu ánægð með útkomuna? Mjög. Mér eiginlega bara brá hvað hann flott í að prentunin á sér alveg tipptopp, sko. Og allur umgangur, allir frágangur og þannig þetta bara meiri háttar. Fekk bara sjokk. Er þetta ekki mjög gott fyrir ljósmyndara líka að fá svona verkefni? Jú, það mjög gaman að heimamenn séu í svona stórum verkefnum líka og sem spanna langan tíma og það er gott að þetta er svona gott fyrir nærþjónustuna, eins og maður segir, þessi keypt í heimabyggð. Ja, Karl, nú hafið unnið þessari bók í hartnær 2 ár. Þetta hlýtur að vera góður dagur. Já, nú er komið að uppskerunni, sko, þannig að dagurinn er góður og vonum að bara uppskeran verði góð. Bókin seljist vel. Þetta fólk sem er hérna samankomið í dag, eru þetta velunnarar ykkar og vinnir? Já, þetta er okkar náttúrulega fjölskyldufólk, systkini, mæður og feður og síðan er þetta vinnir og ekki síst fólk sem aðstoða okkur við gerð bókarinnar. Og við viljum bara með þessari veislu þakka öllu fólki sem lagði hönd á plóginn kærlega fyrir með þessum hætti. En nú fer bókin á almenna markað bara eftir helgi. Hvaða væntingar hefurðu? Já, ég hef góðar væntingar og það leggst vel í mig. Ég held að bókin komi til með að seljast vel því að hún hefur breiða skírskotun og getur fallið í mjög breiðan markað.